Því ég að mörgu leyti hef orðið miklu róttækari á seinni árum bara við að fatta þessa hluti betur og skilja þessa hluti betur sem maður ólst upp við svo sterkar klisjur sem ég er að tala sko, að þetta hljóma svo vel. Varstu reddpillaður? Ég örglega, ég örglega segja það sko, eða blackpillaður. Nei, alveg tímalaust sko, alveg tímalaust, en í þessum klisjum eins og til mig sko, að því ég sá einhvern á Twitter núna, það var einhver í settinu hjá sem var að tala um nýja Íslendinga og ég man þegar ég var í blaðinu sko, þá var maður eitthvað svona að maður var alltaf með ritskoðunina í puttunum sko. Getur maður skrifað í blaðagrein útlendingar bara orðið, bara er það til eitthvað sem heitir útlendingur af því að þú veist, ritskoðun er svo mikil, það er alltaf eitthvað nei, erlendir íbúar eða fólk með erlendan eða fjölbreyttan, og svona heitir þetta í kerfinu fólk með fjölbreytta menningabakgrunn og ég skil alveg, þú viljir ekki nota einhver orð sem er tekin að hljóma gróf eða eitthvað slíkt sko. En ég er að tala svona, þú veist, þetta er svona flóttinn frá sannleikanum í einhverjum skilningi, þú veist, og nýjir Íslendingar skilurðu. Ok, ég var að lesa tölur í dag, þú veist, þetta séu 83.000 manns sem eru, þú veist, nýjir Íslendingar sem eru svona útlendingar. En maður á að kalla á nýja Íslendinga í hugarheimi margra, sko. Maður á að kalla á nýja Íslendinga og ég, þú veist, ég fór og svo kemur svona í umræðinu, sko, bara hvað er hann ekki Íslendingur? Ég meina, hann er Íslendingur, ef hann er Íslendingur, ég meina, maður er Íslendingur, ég meina, hvenær er maður Íslendingur? Og það hefur alltaf verið flókið, sko, að einhverju marki, en það hefur líka verið mjög einfalt, skilurðu, þú veist. Ég hugsaði til þessum nágranna minn sem er norskur. Norskur, hann á börn með íslenskri konu, kemur fram og tilbaka. Hann er normaður, en það er enginn að segja hann eitthvað. Hann er Íslendingur. Er hann ekki Íslendingur? Nei, hann er ekki Íslendingur. Hann er ekkert að kalla eftir að vera kallaður Íslendingur. Það var aldrei neinum dott í hug að ljúga því, að sjálfu sér eða honum, að hann sé Íslendingur, hann er bara norskur. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/einpæling.